skátunum í fyrsta ári í Fálkum og það bara var svakalega gaman. Þetta er partur lífinu mínu síðan að vera skáti. Allir vinir mínir hef ég kynst í gegnum skátana og þetta er bara það sem ég geri núna. Ég elska að vera í skátunum, það er fátt skemmtilegra en að vera í skátunum held ég. Við erum öll bara hérna saman á einni heild, eins og það er bara öll getur þú og kless saman alla daga og þetta er bara æðislegt. Maður kemur til skilinni ef maður er feiminn og maður bara fíflast eins og maður vill án þess að vera dæmdur og bara má vera aðstæðan að kaka með vinum sínum bara já þessi skáti, þetta er allt í lagi og bara þetta er bara gaman. Á klútunum eru svona hnútar, ef það er ekki svona leðurhnútar sem halda þá er þessi hnútur á klútunum og hann kallast vinahnútur og sko málið með það er að helst að láta hvern annan gera hnútinn fyrir þig því að þá manstu eitthvað, já þessi gerði hnútinn minn, hann er vinur minn og það getur bara verið hver sem er eins og við erum núna að stunda landsmóti skáta og það getur, það var Danir sem gerði hnútinn minn og við erum þá vinir. Maður kynnist fullt af fólki í skátunum, fullt af fólki og mikið af þessu fólki getur maður sagt að þetta er vinur minn. Þannig að maður kynnist þessu fólki svo vel og þetta er fólk sem er með manni í útilegum og í dagskrám og þetta er fólk sem maður getur virkilega kallað vini. Ég var í rauninni búin að suða í mömmu í 3 ár áður en ég fekk virkilega að fara á skátafilm og hverju einasta ári þá suðaði ég mömmu í svona 4 mánuði eða 5 bara má ég please fara í skátunum, má ég please fara í skátunum, mér langar svo af því að allir vinir mínu voru og síðan fekk ég loksins að fara og það sem mér fannst frábært er að ég fekk að gera hluti sem ég aldrei prófa áður og ég fekk að leggja meira á mig en ég myndi hann að skera. Þú veist, ég vissi aldrei að ég myndi allt í einu vera stödd á Akureyri á okkur ristarmóti eða ég myndi læra að súrra. Ég meina, hvað er að súrra? Að binda saman, þú veist, spýtur svo að þær haldist uppi og maður getur klifrað í þau. Og ég segi niður turninn á Úlfljótsvatni sem það er 7 metrar en það er ekkert mikið þannig séð en fyrir mig var það mikið. Það tók mig hálftíma en ég gerði það og núna er ég svo ánægð að hafa gert það. Af því að núna er ég ekki lengur hrædd við það og get jafnvel farið upp á hæstu klettara og síga og það er bara mjög gaman. Já, það er alltaf gott að læra og sérstaklega í skátunum vegna þess að hlutirnir sem maður lærir í skátunum eru hlutir sem maður getur tekið með sér í lífið. Bæði hvort það séu praktískir hlutir eins og að geta bundið hnúta og sett saman trönur og geta gengið á fjöll á réttan hátt.